þetta það sem þið kalla poplist? Friðurinn úti, almáttugur. Það býr til espresso. Þetta meistaraverk. Við skulum ekki vera dæmi það fyrir ég búin að prófa. Burt með hendurnar! Hann minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto. Matur og menning í boði Netto. Þú færð allt fyrir jólin í Netto. Netto í jólaskapi. Í þessum þætti af mat og menningu ætlum við að kíkja á Ítalíu og allt sem henni snýr. Það að sjálfsögðu pasta, pizza og espresso. Við kíkum í kaffibrennsluna á óristaða kaffibaun. Við hittum hann Ella og lærum muninn á milli cappuccino og espresso. Förum á bryggjuna og fáum okkur alvöru eldbakaða pizzu. En við ætlum að versla okkur smá pasta í Netto fyrst. Jæja, það verður fátt ítalskara heldur en pasta. Og þegar kemur að pasta til frumskúr af bæði lögun og tegundum. Ég búinn að velja hérna nokkrar tegundir í körfu sem ég ætla að leika mér að. Og við byrjum kannski á þessu venjulega tagliatelle sem bara hveiti, egg, smá olía, smá vatn. Nú, svo hægt að fara sjálfsögðu aðeins hollari og öðruvísi leiðir. Og hér erum við til dæmis komið með maíspasta. Það sem ekkert hveiti kemur við sögu fyrir þá sem vilja ekki borða það. Og svo það svona aðeins glútenminni spagetti og það heilhveiti og spelt pasta. Flott vara hérna. Og svo nú sumir sem með ekki borða glúten og þá förum við til dæmis í þetta glútenlausa. Þannig að það til pasta fyrir hvert tilefni og fyrir alla. En þegar við erum að sjóða pastað okkar þá fáum við alltaf upp suðuna á vatninu fyrst, smá salt, smá olíu. Sjóðum þetta þangað til að pastað soðið en þó örlítið stökkt undir tönn og munið að ferska pastað þarf aðeins minni tíma heldur en þetta þurrkaða. Pröfið það. Heba, við erum komin á bryggjuna. Þar sem eini alvöru svona pizzuofnin utan Reykjavíkur Já. Það verður engin pizza, alvöru pizza nema þetta sé bakað í eldofni. Í alvöru ofni með það. Nei, má ég segja það? Fyrir mitt leyti það þannig, sko. Okkur finnst það. Okkur finnst það, já, algjörlega. Jú, ég sérstaklega líka ef þú ætlar að fara að fá þér svona ítalska pizzu. Já. Ég meina pizza þaðan, þannig að þá finnst mér það að ef hann bökuð ekki í eldofni þá ertu náttúrulega bara að fá þér eitthvað brauð með áleggi. En Siggi, meðeigandi þinn var að segja mér hérna áðan að ofnin, það þurfti að saga hlið úr húsinu til þess að koma honum inn. 2 tonna ofn. Fliki, já. Þetta var verið smá æfinga. Þetta var alveg dálítið prósess. Það er bæði það að flytja hann frá gamla staðnum, sko. Þurfti að gerast í skjóli nætur. Og síðan að koma honum hingað inn. Já, þetta alveg svakalegur ofn. Nokkur handtök sem var komið að því. Já, og svona koma inn í líka þetta gamla húsnæði, sko. Með svona ofn, það var alveg, svo segir, þurfti að gera smá aðgerðir í kringu það. Já. Hver þín uppáhalds? Ég sé að Brian farinn að sveifla þessu svona, sko ég ætlaði eitthvað að koma og reyna að búa til pizzu handa þér. Já, kannt þú eitthvað að gera þetta? Ég hefði engan séns í Brian í svona sveiflum, sko. Nei, sko þið lærið þetta náttúrulega ekki í kokkaskólanum, sko. Nei, þetta Við þurfum náttúrulega að fá bara alvöru pizzabakara í þetta. Já, það pizza með parmaskinku. Verður ekkert ítalskara? Það verður ekki mikið ítalskara. Nei. Og hún heitir hjá okkur Pollurinn, þessi pizza, Mazzeli. Og horfir út á poll? Já, horfir út á poll og borðar ítalska pizzu. Ég meina, það gerist ekki mikið betra. Og það sko nöfnin á pizzunum okkar öll svona svolítið tengt Bæjartengt. Bæjartengt, já. Þorparinn og Brekkusníill og svona. Það Sigurður sem kom með þessi frumlegu nöfn
og við samþykktum þau því að þeir eru svolítið skemmtileg. Gaman fyrir ferðafólki? Já, algjörlega. Og spyrja út í af hverju heitir hún? Af hverju heitir þetta? Já. Þannig að nafni kannski tengist ekki beint Ítalíu, Nei. en áleggið. Þannig að þetta er mín uppáhaldspizza, en ég, svo sem segi eins og þú, ég gæti ekki búið hana til svona sjálf, sko. Ég er náttúrulega, sko, í stundum er ég að elda í þessum þáttum, en ég held við látum bara Brian að stinga þessu í ofnin. Tillum okkur fram. Já, ég held það. Ho fatto errori che ripensandoci non farei, ma questo mondo di bello trucchi non sbaglia mai. Tutta colpa di quell'attimo di gelosia, io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po', ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua, io dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. La felicità, la felicità, la felicità, non ricordo più che sapore ha la felicità. Helgi, við erum komin í kaffibrennslu Akureyrar. Þetta er ekki yngsta fyrirtæki hvorki á Akureyrinni í Íslandi. Hvenær byrjuðu þið? Nei, það vísu heitir þetta nýja kaffibrennslan. Já, fyrir ekki nýja kaffibrennslan. En kaffibrennsla Stefáns Árnasonar var stofnuð 1931. Já. Og svo kaffibrennsla Akureyrar 36. 36. Sameinast það sameinast kaffibrennslunar. Gamla góða Kea og Sís. Já. Þannig að það voru sterk tengsl hérna. Já, keyptu sér inn í kaffibrennssluna. Já. Þannig að þetta er búið að vera mjög lengi hérna. Já. Ég man sko eftir í sem gutti, þegar ég var að labba í skólan og heim, hérna á Eyrinni, Oddeyrarskólann, að þá var þessi góða kaffilykt. Og mér fannst hún góð. Já, aðra daga var aftur sko frá Krossanesverksmiðjunum, hún var ekkert sérstök. Nei, hún er mjög góð. Já. Mjög góð þessi lykt. Og ég get sagt ykkur sögu af því að það var hérna maður sem að labbaði hérna framhjá og fannst lyktin svo rosalega góð að hann kom inn og sótti vinnu. Já. Og hann var hérna í 6-7 ár. Já, hann hefði bara labbaði inn á lyktinni. Já, labbaði inn á lyktinni og bara sótti vinnu. Það er rétt. Þannig að lyktin er mjög góð. En hér erum við með tvenns slags baunir eða hvað? Er þetta sama baunin fyrir og? Þetta hérna er kaffibaunir frá Guatemala. Já. Og þetta er óbrendar baunir. Og það eru svona grænar? Já, grænar. Og þetta eru berin, þetta er frægin af kaffitrénu. Já. Og þau eru unnin á ákveðinn hátt. Og svo erum við búin að brenna hérna. Þannig að þið sjáum munin á... Það er engin smáræðis litar munur. Þannig að það er ekkert bragð af þessum grænu baunum. Og þær eru svona miklu léttari þessar brendur. Já, þær skila einhverju í brennslunni. Já, það er rýrnaður svona 15–20%. Þannig að þegar við brennum þetta. Og hvað er þið að taka hérna inn mikið af þessum óbrendu svona á ári, cirka? Ég er svona rúmlega 500 tonn. 500 tonn? Já. Þannig að við Íslendingar, við drekkum þá eitthvað kaffi ennþá? Já. Þetta er svona í tískubylgjum sko, stundum er þetta eitthvað hollt og svo verður það óhollt á mánudegi og aftur hollt. Já. Þetta er mjög hollur drykkur, en þetta er mjög vinsælt núna og er að aukast kaffineysla hjá yngra fólkinu. Já. Þannig að við lítum bara björtum augum fram á veginn. En ferli, þið fáið baunirnar hérna inn í sekkjónum. Já. Og svo eru þið með risastóra brennsluvél. Og þar sá ég hann manna standa vaktina. Já. Það er ekki hans fyrsta vakt heldur? Nei, hann er búinn að vera hérna í tæp 67 ár. Starfsaldurinn? Starfsaldur. Já. Þannig að hann er búinn að standa við brennsluvélina í þessu húsi við fluttum hingað 57. Já. Eða vissu var ég ekki þá, en þá komum við í þetta húsnæði
og hann búinn að brenna sem sagt í þessu húsnæði alveg frá 57 og var inn í gili. Þannig að gæðin eru svona. Það er alltaf sami maður og sömu vél og ekkert vesen. Þannig að þetta er mjög góð vél sem hann er að brenna á og mjög sem sagt örugg. Og þið eru hvað að framleiða margar tegundir hér í þessu húsi? Við erum með sem sagt þrjá flokka eða sem sagt þrjá tegundir. Það er rúbínkaffi og bragakaffi gamla. Gulur Bragi, hann kemur hérna? Já. Nú erum við líka að framleiða Ríó kaffi, kopperkaffi. Því að kaffiverslunar sameinuðust árið 2000 og núna heitir þetta nýja kaffiverslan. En það eru ekkert margar kaffibrennslur á Íslandi? Það eru þrjár. Það eru þrjár brennslur? Þannig að það er nóg að gera. Það er mikil samkeppni og skemmtileg. Já. Ég þakka kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir. Við erum í einu af elsta húsi bæjarins. Já, Gránufélagshúsunum. Húsunum. Þetta var nú byggt í nokkur hlut. Já, þetta var 3 tímabil. En elsti hluturinn er reyndar aðeins fjær okkur hérna. En var erfitt að breyta þessu eins og í það sem þið vildu hafa? Nei, í raun. Þið tókuð húsið nánast alveg í gegn? Jú, algjörlega En það var samt sem áður þannig að það voru ekki milliveggir eða eitthvað svoleiðis sem þurfti að taka. Auðvitað þurfti að setja nokkra veggi upp. Já. Og en það var í raun og veru ekki, við getum svo sem litlu breytt varðandi skipulagið á húsinu. Já. Það er bara, það er friðað, já. Og utan hús, Og svona, það var bara einhvern veginn náðum, okkur finnst það allavega og ásandlegu velding að ná þannig stemningu einhvern veginn. Það er eins og þetta hafa alltaf verið svona. Já. Og fólk er oft mjög hissa þegar það veit að það sé búið að taka húsið allt í gegn. Já. Og það er eiginlega, ef maður sletta beautyð við þetta Það eru svona viðar innréttingarnar sem að tóna við gömlu bitana og það er rétt hér, það er bara eins og þetta hafi alltaf verið svona. Já, það er það og það er eiginlega kannski kunstinn að ná því. Við horfum hérna út á pollinn með pizzuna pollinn fyrir framan. Akkurat. Má ekki bjóða þeirra? Það er hérna parmaskinkan og rukkólaið og eldböku pizza. Já, og parmesanosturinn. Og parmesan. Ég get ekkert beðið mikið lengur. Nei, bara gjörðu svo vel. Og er ekki bara, er ekki alltaf puttarnir? Það má með pizzu og svo sem hvað sem það er ekki það. En kannski samt má segja að þetta sé eina pizza sem stundum er erfitt að borða með puttunum. Já, það er svona... Það er parmaskinka það er stundum aðeins að ná henni í sundur. En þetta er svakalega gyrnir. Það líst þér ekki vel á hana. Ræjan hefur bakað hana rétt og flott. Já. Mjög flott. Það er gott. Ég segi það meira að þessi er orðin mínum uppáhalds. Það er ekki, ég er búin að smita það. Það byrjaði gamla dag, þá hétu þetta bara skinka, ostur og sveppir eða? Já. Og svo var nú ananas tímabilið, Já, hétu örugglega eitthvað Milano eða eitthvað svona. Hawaii, einmitt. Það var alltaf matta með ananas. Já. En nú er þetta, eftir sem maður eldist, þá veit maður að fá þessa flottu ráskingu og salat. Já. Þetta er mín uppáhalds, algjörlega. En hver er vinsælsta pítsan? Herðu, það er náttúrulega alltaf einhvern veginn skinka, pepperoni og sveppir. Já, pepperoni. Og við erum ekki með þannig pítsu akkurat á seðlinu, þú getur alltaf valið þína eigin pítsu. Já. Og pepperoni er langvinsælsta áleggið á pítsu. Það er bara... Og við erum náttúrulega spes á Norðurlandi, Akureyri allavega, við viljum þetta litla pepperoni. Já, það er einmitt það er ekki sama pepperoni og pepperoni. Nei, það er ekki það sama. Hvort eru þið með? Eru þið með þetta litla, mjóa eða er það ekki alvöru? Jú, að Akureyringar mati, þá er það þannig. Og við erum með þetta litla, fingurnar frá norðlenska og
Og við erum líka með frá Kjarnafæði þetta venjulega pepperoni. En það einhvern veginn þannig að þetta litla er miklu vinsælla. Já. Þannig að... Ég var að leika mér aðeins heim í eldhúsi og mér langaði nú, ég hef reynt að vera svona að fara aðeins öðruvísi út úr þægindarammanum varðandi þessi þema okkar og ég hendi í ítalskar fiskibólur. Já. En við skulum kíka lítið á það. Já, spennandi. Í dag langaði mig að henda í fiskibólur. Það nú svo sem ekki flókið verk ef við eigum allt sem til þarf. Ég með 300 grömm af kóla en að sjálfsögðu má nota hvaða fisk sem og ég búinn að róðhreinsa og beinhreinsa. Ég sker hann í bita, allt í matvinnsluvélina, 1 egg, smá brauðrasp, brauðraspinn minn, smá rjómaost, það mýkir bollurnar okkar svolítið og það er eitthvað sem ég pröfaði daginn að gera þegar ég átti engan rjóma og auðvitað snarvirkaði það. Smá pipar, velapipar. Salt. Og eitt uppáhalds, það er kapers. En hann gefur þessa seltu og ég læt smávegis af leiginum fylgja með sem er svona ediklögur. Frábært bragð og kýlir aðeins upp saltið. Farsið okkar klárt. Ég er ekkert að hakka það neitt mjög mikið. Ég vil hafa það örlítið gróft og við sjáum það bara hvernig við viljum hafa það. Þegar við byrjum að steikja á eftir, þá finnst mér gott að setja smá olíu í skál og eina skeið og þegar við byrjum að taka farsið og setja á pönnuna, fá okkur smá olíu á skeiðina og þá festist farsið síður við. Flott. En Halli, við erum náttúrulega reyndar að drekka hérna bjór með ítalskri pítsu. Af því þú veist að þetta er svona mín uppáhaldspítsa, sko. Já. Þá verð ég að segja, þú veist, mér þykir betra að fá mér ítalskt rauðvín með pítsunni, sko. Já. En að því að aðventan og jólabjórinn komin á markaðinn, þá yrðu að fá eitt svona með. En ég, sko, segi það að við nú verða búin með, sko, heila pítsu. Að ég ætla aðtöku hvort ég kom ekki einni sneið í viðbót, sko. Þú ræðir. Bara lengja þessi beltinu. En ég ætla að segja kærlega takk. Já, bara takk sömuleiðis, verða góður. Að taka á móti okkur og bjóða okkur upp á pítsu. Já, bara mín var ánægð en fá okkur í heimsókn. Vona upplifun þín hafi verið góð. En á eftir ég á nefnilega stefnumót við Ella vinn minn. Já. Og hann ætlar að kenna okkur aðeins muninn á öllum þessum ítölsku hvað heita espresso, macchiato, cappuccino. Þannig að það verður gott að jafna belginn. Já, það er líka bara eiginlega nauðsynlegt eftir góða máltíð. Já. Fá sér eitt góðan kaffi. En takk hérlega fyrir að taka á móti okkur. Já, takk sömuleiðis. Herðu, eftir pítsuna verðum við náttúrulega að fá okkur góðan kaffi og ég hitti svona þann helsta kaffisnilling sem ég þekki, Erlingur, vinur minn. Þú ætlar að kenna mér allt þessa ítölsku kaffidrykki sem allir að tala Þetta skólast nú örlítið til í gullfiskaminninu mínu munurinn á espresso, cappuccino, latte, ekki eitt sem heitir macchiato og öllum
þessum fínu kaffidrykkjum? Hver munurinn á þessu? Munurinn ekki mikill. Þetta eiginlega allt saman sami drykkurinn í grunninn. Espresso. Já. Við erum kannski búin að eyðileggja svolítið ítalska espresso menningu með því að fylla þetta alltaf af mjólk og sykri og alls konar gúmmulaði. Það ekki gert mikið á Ítalíu. Nei. Ítalsk kaffimenning er eiginlega bara espresso að langmestu leyti. Já. Og kannski macchiato og það espresso með smá fróðu. En svona helsti drykkurinn sem að fara á kaffihúsum kannski núna latte og cappuccino. Hvað ætlar að, ef mér langar í góðan kaffi, nú ég svolítið sattur eftir ítölsku flatbökuna, hvað að brugga okkur? Ég myndi bara fá mér eitt góðan cappuccino. Eða ég vil kannski að brugga nokkra og til okkur? Mér líst vel á það, prófum það nokkra. Já. Ellingur, orðið kaffi hlaðborð öðlast nýja merkingu þegar maður komin með þessa flóru á borðið. Já, hér erum við komin með svona það allra algengasta, en samt eiginlega alltaf sama. Við erum með þennan gullfallega cappuccino. Já. Og hann einfaldur espresso. Fylltur upp með fróðu og heitri mjólk. Já. Þetta þessi minnsti? Þetta í rauninni bara espresso. Þetta í rauninni það sem þetta byggist allt á. Grunnurinn? Grunnurinn hér. Og hér ertu komið með eiginlega bara smáfróðu. Og þetta heitir macchiato. Já. Svo ertu komið með cappuccino sem bara svona með fróðu og heitri mjólk. Já. Og hérna ertu komið með latte sem bara nákvæmlega sama nema bara meiri mjólk. Þetta mjólk með smá kaffi? Mjólk með smá kaffi. En ef við ætlum nú að fara að gera svona fínt kaffi heima, hvað getur maður gert allt þetta svona í venjulegum aðstæðum? Já. Þú getur gert þetta allt saman. Það náttúrulega komnar svo margar góða vélar á markaða núna fyrir heimili, til dæmis eins og þessi hérna. Já, gullfalleg. Þetta falleg vél og falleg á borði. Svona þetta ítalska vespu-lukk, þetta minnir mann á gamlu vespuna. Þetta ítölsk hönnun frá Willi. Já. Þetta rauninni gerir basicið sem espressoinn. Og þú fær þannig í mörgum útfærslum, mikið brendan, lítið brendan og allt eftir því. Já. Svo flóunastútur á endanum og þú getur flóa mjölkina í. Það svolítið sem bara pínu æfing. Já. Á maður að sjóða hana alveg, kraftsjóða hana? Nei, alls ekki. Hvað á maður að fara hátt? Ekki svona í kannski 60 gráður, eitthvað. Já. Maður ágæta kannski ef maður á svona fína stálkönnu eins og veitingastöðunum. Já. Að maður kannski geta haldið það trikkið sem ég nota, sko. Svo lengi þú heldur undir og brennir þið ekki, þá hún klár. Þá ertu í góðum málum. Já. Ef þú ferð yfir það, þá hún bara flöt og soðin mjólk, bara svo í potti. Já. Þá færðu aldrei þessa fallegu fróðu sem við erum að sjá svona hérna. Þykka og góða fróðu. Þetta nammið sem maður sleikir úr með skeiðinu eftir. Já. Elli, takk kærlega fyrir að leiða okkur í örlítinn sannleika þessa ítölsku kaffidrykki sem eru nú þvílíka tískubóla. Nú allir konur með þetta í götumál. Já. Maður mætir varla orðið manni á götu nema hann sé með kaffi í frauðbolla, lagaðan eftir kúnstarinnar reglum á næsta kaffihúsi. Við þökkum fyrir mat og menningu í kvöld, en við minnum ykkur á að það hægt að skoða allar uppskriftir úr þáttunum á n4.is og skoða alla þættina þegar ykkur hentar. Verið bless. Sono umane situazioni, quei momenti fra di noi, I distacchi. Þú færð allt fyrir jólin í Netto. Netto, í jólaskapi.
Er þetta það sem þið kalla poplist? Friðurinn úti, almáttugur. Það býr til espresso. Þetta meistaraverk. Við skulum ekki vera að dæma það fyrir ég búin að prófa. Burt með hendurnar! Hann minn! Það bragðast eins vel og það lítur út. Nescafé Dolce Gusto.